4. september settan. Velkomin. Áður en við hefjum dagskrá þá legg ég til að eftirfarandi sé bókað. Bæjarstjórn lýsir yfir ánægju með velheppna bæjarhátíð Suðurnesjabæjar, vitadagur eða hátíð milli vita, sem stóð yfir alla vikuna 27. ágúst til 1. september síðastliðinn. Bæjarstjórn þakkar öllum sem komu að undirbúningi, skipulagningu og framkvæmd dagskrár vitadaga og þakkar íbúum fyrir þátttökuna. Einnig þakkar bæjarstjórn þeim aðilum sem lögðu til stuðning við vitahátíð. Eitthvað sem eru athugasemd við bókunina? Og ef ekki, þá hef ég við dagskrá. Fyrsta mál á dagskrá er barnavernd vistheimili. Á 53. fundi fjölskyldu- og velferðarráðs dags 29.8. síðastliðinn var lögð fram skýrsla vinnuhóps fjölskylduhús á Suðurnesjum. Fjölskyldu- og velferðarráð leggur áherslu á að neyðarástand ríkir í málefnum barna með fjölþættan vanda og leggur til að næstu skref á stofnun vistheimilis verði stigin sem allra fyrst. Hér er lagt til að óska eftir því að vinnuhópur rekstur sameiginlegs vistheimilis á Suðurnesjum vinna að því að næstu skref verði stigin við stofnun heimilisins. Ég gef orðið laust. Þeir sem að samþykkja þessa tillögu gefa merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næsta mál á dagskrá. Fjárhagsaðstoð Suðurnesjabæjar og Vogar á 53. fundi fjölskyldu- og velferðarráðs dags 29.8. síðastliðinn voru breytingar á reglum fjárhagsaðstoð hjá Suðurnesjabæ lagðar fram og samþykktar. Fjölskyldu- og velferðarráð samþykkti breytingar á reglum fjárhagsaðstoð og vísaði málum til samþykktar í bæjarstjórn. Og hér er lagt til að staðfesta breytingar á reglum fjárhagsaðstoð hjá Suðurnesjabæ. Ég gef orðið laust. Og ef enginn kveður sér hljóðs, þá leggjum við til að þessar breytingar séu staðfestar, þeir sem það samþykkja gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að þriðja mál á dagskrá, Gerðatún Efra, Reitur Melbraut, Heiðarbraut og Valbraut til að deiliskipulagi. Á 55. fundi framkvæmda- og skipulagsráðs dags 27. júlí síðastliðinn var samþykkt að leggja til við bæjarstjórn að staðfesta deiliskipulagstillögu með breytingum sem koma fram í bókun ráðsins. Á 48. fundi bæjarráðs var samþykkt að staðfesta deiliskipulagstillöguna en þar sem vafi leikur á hæfi eins fulltrúa við afgreiðslu málsins í bæjarráði er málið tekið aftur til afgreiðslu í bæjarstjórn. Laug, ég svo. Já, forseti og fundamenn, ég vil bara vekja athygli á vanhæfi mínu við afgreiðslu málsins. Þeir sem að samþykkja vanhæfi gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það bókað að Laufey víkur af fundi undir þessum lið og varabæjarfulltrúinn Jón Ragnar tekur hennar sæti. Ég gef orðið laust. Magnús. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Já, ég er nú kannski ekki alveg beint undir þessu máli en þetta er samt hliðstætt vegna þess að ég lít svo á að þetta sé þétting byggðar í byggðarlaginu okkar og þá leikum við svolítið forvitni á að vita það að bæjarráð í maí sendi erindi til framkvæmda- og skipulagsráðs þéttingu byggðar eða tillögur að þéttingu til byggðar til úrvinnslu og það hefur ekkert heyrst eða neitt af því máli en það sást á dagskrárliðnum að þetta var lagt fram til kynningar á þeim fundi sem þá var hjá framkvæmda- og skipulagsráði. Þannig að mér leikur svona forvitni á að vita bara hver staðan er á því máli af því að þetta var mjög áhugavert sem þarna kom fram í þessum tillögum. Þetta voru 43 lóðir í Sandgerði, ef ég maður rétt 93 lóðir hér í garðinum. Þannig að mér fannst vera tilhlýðilegt að vinna svolítið vel úr þessu þar sem að við höfum þurft á þessu að halda vel, að fá úthlutaðar lóðir og þá sérstaklega að það hægt að gera þetta með ódýrum hætti. Og mér finnst svolítið sérstakt þar sem að við gátum verið með
alltaf 43 lóðum í Sandgerði fyrir utan Skerjahverfið sem við erum að vinna að það hefur ekki verið úthlutað einni einustu lóð í Sandgerði allt árið. Ég ætla bara að vekja athygli á þessu. Þetta er svolítið sérstakt. Á sama tíma og við úthlutuðum hér í garðinum lóðum og það lýsir hvað er mikið vöntun á lóðum að það skuli vera hátt í 50 aðilar sem sækjum hverja eina lóð. Mér finnst þetta að lýsa ástandinu svolítið vel í sveitarfélaginu okkar. Auðvitað var að gleðjast yfir í að það skuli vera svona margir sem sækjum lóðir. En þá er það okkar hlutverk að það er að hafa framboði í lagi. Og að mínu viti þá finnst mér vera svolítið hörgull á því. En spurningin er þessi hvað er þetta máli statt? Takk. Takk fyrir þetta, Magnús. Ég get ekki beint svarað því hvað þetta er statt, en Einar Jón, formaður framkvæmdastjórnar, þú getur þessi svara betur fyrir það. Ég svo er. Takk fyrir, forseti. Góð ábending hjá Magnúsi og réttmætt og þetta var lagt fram og við fólum sviðinu að flokka hvað væri hægt að fara í strax, hvað þyrfti að deiliskipuleggja og hvað væri ekki hægt að fara í vegna þess að landeigendur vill ekki láta byggja á sínu landi. Það var svona sá grunnur. Ég veit að vinnan var hafin en það er rétt að þetta var ekki tekið fyrir á fundi framkvæmdastjórnar núna í sumar og ég tek þetta bara með mér frá ábendingu Magnúsar að ýta á það og vonandi verður þetta að fá nánari svör á næsta fundi framkvæmdastjórnar sem er eftir hálfamánuð 18. september. Þannig ég skal bara fylgja þessu eftir. Takk fyrir, Jón. Fleiri sem hafa kveðið sér ljós undir þessum lið. Anton, gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, já, þetta er virkilega svona áhugavert mál sem að Magnús Sigfús er að tala hérna. Að það ríkir í rauninni staða á húsnæðismarkaði og ég held að það sé ábyrgðar hluti hjá okkur sem sveitarfélag að reyna að bjóða upp á lóðir í báðum byggðakjörnum og ég held að það sé líka gríðarlega mikilvægt að við reynum að bjóða upp á lóðir og fara í úthlutun lóða án þess að stofna til mikils tilkostnaðar í sveitarfélaginu. Það eru fullt á lóðum þarna inn á milli sem er vel hægt að ráðast í og við sjáum það bara í gögnunum sem liggja fyrir og gögnunum sem bæjarráð vísaði til framkvæmda skipulagsráðs. Þannig að það eru vonbrigði í mínum huga að það sé ekki fara að vinna með öðrum hætti og útluta þessu lóðum. Þannig að ég, eins og ég segi, vonandi hérna kemst eitthvað skrið í þetta mál. Takk. Takk fyrir, Anton. Fleiri sem kveða sér ljós. Takk bara fyrir góða umræðu og ég held að það sé þá bara alveg á hreinu að þetta sé eitthvað svona forgangsmál sem að flesti bæjarfulltrúar vonandi vilja fara í. Þannig að þetta setja það vel á dagskrá. Ef ekki fleiri kveða sér ljós, þá er lagt til að staðfesta tillögu deiliskipulag reits við Melbraut, Heiðabraut og Valbraut og skipulagsfulltrúa í kjölfari falið að senda skipulagsstofnun deiliskipulagi til staðfestingar í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og þeir sem að samþykkja tillöguna gefi merki. Einhver á móti. Samþykkt með 6 atkvæðum, 3 sitja hjá. Listi og Magnús Sigfús Magnússon. Það fer til bókar. Okay. Það bókast á að Jón Ragnar víkur á fundi og Laufey tekur sæti aftur. Þakka fyrir Jón. Þá er komið að fjórða mál á dagskrá. Hér liggur fyrir fundaáætlun bæjarstjórnar og bæjarráðs fyrir tímabili september 2024 til júní 2025. Það er lagt til að hún sé samþykkt en ekki orðið laust fundaráætlunina. Ef enginn kveður sér ljós, þeir sem samþykkja gefi merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er hér framundan 8 fundagerðir til kynningar og við byrjum á 144. fundi bæjarráðs
dagsettan 12.7. síðastliðinn. Ég gef orðið laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér ljós þá er fundargerðin lögð fram. Næst er það bæjarráð 145, síðan 27.7. Ég gef orðið laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér ljós þá er fundargerðin lögð fram. Þá er það bæjarráð 146, fundur dagsettu 10.7. Fyrirgefðu. Ertu í 10. liða? 10. lið. 7. var ég. Nú erum við í 7. Ég er að byrja á 7. Já, ekkert mál, fyrirgefðu. Sjötta. Vildur þú taka til máls undir 7. lið bæjarráð 145? Það fundargáttinni, ég ætla bara Já. við að forseta að sýna því skilning. Ekki málið. Hvað segir til lið númer 6, bæjarráð 145, síðan 27.7. Ekki orðið laust fundargerðina. ánátt á þessum daginn? 7. mál. Enginn kveður sér ljós, þá er fundargerðin lögð fram. Þá erum við komin að 7. máli sem er bæjarráð 146, dagsett 10.7. síðastliðinn. Ég gef orðið laust fundargerðina. Úrsula, gjör svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég vona að ég sé á réttum stað. Þetta er 7-3, leikskólan Grænaborg. Ég ætla að segja að mikil ánægja að standa í dag undir þessum lið þar sem við fögnum nýrri byggingu leikskólans Grænaborgar. Þetta er mikilvægur áfangi í uppbyggingu samfélagsins okkar og táknum okkar skuldbindingu til að tryggja börnunum okkar bestu mögulegu aðstæður til að þroskast, læra og líka leika sér. Mér langar að þakka öllum þeim sem koma að byggingu leikskólans og einnig starfsfólki Grænaborgar sem nú hefur þegar hafið mikilvægt starf að móta og skapa jákvætt og öruggt umhverfi fyrir börnin okkar. Þeirra hlutverk er ómetanlegt og óska ég starfsfólkinu alls hins besta í því starfi sem framundan er. Við hlökkum til að fylgjast með áframhaldandi uppbyggingu og þróun Grænaborgar. Við getum verið stolt af þessu verkefni og því sem það táknar fyrir framtíð Suðurnesjabæjar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Úrsula. Tek svo sannarlega undir þessu orð og er bara gott að ljá máls á þeim undir þessu lið. Við getum allir tekið undir það. Fleiri sem kveða sér ljós undir þessari fundargerð. Anton, gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp undir 7.6, gjaldfrjálsar skólamáltíðir. Gjaldfrjálsar skólamáltíðir eru stórt framfaraskref í þágu barna sem sýnir samfélagssamvinnu og jafnaðar. Grunnskóla er ætlað það hlutverk að leggja grunn að virkri þátttöku barna í lýðræðu samfélagi og veita viðeigandi undirbúning, fjölbreytt tækifæri fyrir frekara nám eða störf á vinnumarkaði. Næring er ein af grunnþörfum mannsins og öll þurfum við góða næringu til þess að geta fengist við verkefni dagsins. Vannæring getur haft varanleg neikvæð áhrif á andlega og líkamlega þroska barna og er næring lykilatriði fyrir nemendur og hún á að vera í boði á jafnréttisgrundvelli og grunnskólastiginu án aðgreiningar og endurgjalds. Flest viljum við að börnin okkar séu vel nærð í amstri dagsins og höfum við í B-lista í Suðurnesjabæ unnið markvisst að því að auka niðurgreiðslur skólamáltíða á kjörtímabilinu og lagt slíkt til við gerð fjárhagsáætlana og síðustu áramót var kostnaðarhlutfall sveitarfélagsins hækkað úr 50% í 60%. Og systkinaafsláttur innleiddur þar sem foreldrar borga fyrir 2 börn en 3+ án endurgjalds. Við í Framsókn höfum talað skýrt fyrir því að okkur þykir sjálfsagt að bjóða upp á gjaldfrjálsar skólamáltíðir í grunnskólum Suðurnesjabæjar og var það eitt af stefnumálum framboðsins fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar. Með gjaldfrjálsum skólamáltíðum stuðlum við að jafnræði milli heimila, óháð, efnahag og stöðu foreldra. Hugsun okkar í Framsókn er svo að Íslandi sé skólaskylda og teljum við í raun hreint og klárt velferðar- og jafnréttismál að bjóða upp á raunverulega gjaldfrjálsa grunnskólamenntun á Íslandi, án aðgreiningar og endurgjalds.
Þannig stuðlum við að jafnræði barna, óháð stöðu foreldra og tryggjum einnig að börn fái heita máltíð við daginn, en það er því miður ekki veruleikinn á Íslandi að öll börn búi við slík lífsgæði. Stutt er síðan að breytingar voru gerðar á lögum grunnskóla númer 91 frá 12. júní, en þar kom inn ákvæði 31. grein laga sem fjallar kostnað og skyldunámi og kemur fram að kennsla í skyldunámi í opinberu grunnskólum skal veitt nemendum að kostnaðarlausu og óheimilt að krefja nemendur eða foreldrar þeirra greiðslu fyrir kennslu, þjónustu, námsgögn eða annað efni sem nemendur gert og skylt að nota í námi sínu og samræmist það ákvæðum laga þessara og aðalnámskrá. Sveitarstjórnarráð Framsóknarflokksins hvatti sveitarstjórnarfólk allt land til þess að greiða fyrir gerð kjarasamninga á vinnumarkaði og sveitarstjórnarráð Framsóknar studdi að ríki og sveitarfélög myndu tryggja gjaldfrjálsar skólamáltíðir í grunnskólum eins og ríkisstjórnin hafi samþykkt ásamt sambandinu. Við erum að stíga gríðarlega mikilvæg skref með því að innleiða gjaldfrjálsar skólamáltíðir á Íslandi og lýsi yfir því að það eru mikil tímamóta áfangi að við tryggjum okkur börnum okkar bjarta framtíð með jöfnu aðgengi að næringaríkum og hollum mat. Ríki og sveitarfélög ættu að líta á verkefnið sem lausn sameiginlegs viðfangsefnis þjóðfélagsins á grunni samvinnu og jöfnuðar. Og B-listi Framsóknar vill leggja fram eftirfarandi bókun við þetta mál. B-listi lýsir yfir mikilli ánægju með gjaldfrjálsar skólamáltíðir í grunnskólum, séu loks orðnar að veruleika. Þetta var eitt af helstu baráttumálum B-lista fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar árið 2022. Hugsjón Framsóknar í Suðurnesjabæ er sú að á Íslandi, þar sem skólaskylda til staðar, sé bæði velferðar og jafnréttismál að tryggja raunverulegar gjaldfrjálsar skólamenntun án aðgreiningar og endurgjalds. Með þessu stuðlum við að jafnræði meðal barna, óháð stöðu foreldra og tryggjum að öll börn fái heita máltíð við daginn. Við í B-lista viljum að hver og einn hafi sama rétt til menntunar, þroska og grundvallar lífskjara og náttúrugæða óháð uppruna, heilsu og efnahag. B-listi telur því að gjaldfrjálsar skólamáltíðir séu stórt framfaraskref í þágu barna og ég mun senda þessa bókun á bæjarstjóra, forseta og færi þér hér eindag. Takk. Kæra þakkir fyrir góða yfirferð, Anton, á þessu máli. Þetta er þá fært til bókar, þessi bókun frá B-lista. Hún er meðtekin, það ekki? Hún er ekki komin. Já, hún er að koma. Hún er á leiðinni. Þannig að þetta fært til bókar fleiri sem kveðið sér ljós undir þessum lið. Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Já, ég tek nú bara heilshugar undir ræðu Framsóknarmannsins í þessu, Andrús Guðmundssonar. Enda tók verkalýðshreyfingin hressilega undir þessu baráttumálans og þetta var nú ein aðal krafan í kjarasamningsgerðinni í vor, þannig að sem var síðan að veruleika og sveitarfélögin tók undir að framfylgja. Þannig að ég lýsi bara ánægju minni yfir þessu. Ég var nú einn af þeim sem var ekki mjög hrifinn af þessu fyrst og lýsti í þeim meirihluta sem ég satt í þá að ég var nú ekki alveg hrifinn af því að veita hlutina frítt. En svo þegar við komum að kjaramálunum og fórum að skoða hvað þetta þýddi fyrir láglaunafjölskyldunar, þá sáum við bara stöðuna, hvað hún var. Þegar að fólk þurfti að vinna sér inn alltaf milli 50 og 100.000 á mánuði bara til að geta borga skólamatinn fyrir börnin sín. Þannig að þetta var gífurlega mikill árangur sem að þetta náðist. En ég lýsi bara stuðningi við ræðuna Sandós. Þakka fyrir, Magnús. Fleiri sem kveða sér ljós undir þessum lið? Ef ekki, þá er öðru leyti fundargerð lögð fram. Við erum komin að 8. fundargerð bæjarráðs, 8. máli, fundargerð bæjarráðs 147, dagsett 22.7. síðastliðinn.
Ég gef orðið laust fundargerðina. Magnús Sigfús, gerðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Við hnautum í 8.1 drög að samkomulagi sem að stendur til að gera við knattspyrnufélagið Reynir. Íþróttavöllinn og staðsetningu vallarins. Ég var að velta fyrir mér hvort að þetta gæti virkilega verið vilji bæjarfulltrúa að svona skuli farið að íþróttamannvirkjum okkar. Vegna þess að það liggur alveg fyrir að sveitarfélagið á öll íþróttamannvirkin. Ef við ætlum að taka eitt íþróttamannvirkið út og gera svona samkomulag þá held ég að við þurfum að allavega hugsa málið eitthvað aðeins skýrar. Það kemur hérna fram, Reynir mun ekki geta selt heiti vallarins né sett auglýsingar á völlinn til tekjuöflunar nema í samráði með samráðu á veittu leyfi Suðurnesjabæjar. Þetta er ekkert hérna óeðlilegt. En svo kemur niðurlagið, áhersla er lögð á mikilvægi þess að öll fjáröflun í tengslum við völlinn mun dreifast jafnt á milli félaga í Suðurnesjabæ. Á þetta að vera á öllum íþróttamannvirkjum, er virkilega lagt upp með það, sem er svolítið sérstakt. Síðan kemur hérna annar hluti og það er æskilegt að Reynir veiti heimild til þess að notendur gervigrasvallarins fái afnota búninga og sturtuklefum. En niðurlagið þar er allt annað. Sami verður það sérstaklega með tilliti til notkunar. Það á þá að tala við fólki þar og ræða við það, en Guð hjálpum mér bara, ef þetta verður í annarri greinni staðreynd, þá rís mér bara hugur við. Þetta er nákvæmlega það sem kom fram í bókun D-listans á 70. fundi bæjarstjórnar. Þannig að ég bara er að velta fyrir mér hvar fékk fólkið að þetta veri stefna bæjarstjórnar. Það getur vel verið að hún hafi komið upp núna í sumar, þar sem að ég hafi ekki aðgöngu að neinum fundum og gat ekki tjáð mig málefnið, en ég er þó allavega að gera það núna. Mér finnst þetta alveg forkastalegt. En sem betur fer þá málið bara í vinnslu, það er endur skoða þetta. Takk fyrir þetta, Magnús. Fleiri sem hverja sér á sig, Sveinn, gjörðu svo vel. Háttvirtur forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Já, þetta er sannarlega mál í vinnslu og það var þannig að Unnur Ýr og Hafdís og Einar Friðrik áttu fund með fulltrúum knattspyrnufélagsins Reynis. Þar sem þessi drög voru lögð fram og fulltrúar félagsins komu fram með allnokkrar athugasemdir við þessi drög og í rauninni hafa þessi drög ekki verið uppfærð eða lögð fram, þannig að við bíðum eftir því að þau komið fram. En sem gamall formaður knattspyrnudeildar Reynis þá er ég að einhverju leyti sammála Magnúsi að það er svolítið vegið að félaginu í þessu drögum. Það er kannski bara já, það er einfaldlega bara þannig að samtalið er að eiga sér stað ennþá. Þannig að þetta voru fyrstu drög, þau eiga eftir að taka breytingum. Þannig að við bíðum þess að fá þau aftur inn í bæjarráð. Takk fyrir. Fleiri sem hverja sér hljóðs. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, já, þetta er einkennileg umræða. Mér fannst ég er eiginlega með tvær spurningar þó til formanns bæjarráðs
Sigursveins. Hver er það sem setti línuna varðandi þessi drög að þessum samningi? Hver er það sem að tekur ákvörðun að svona skuli verið setnir á blað? Og hvenær má búast við að sjá endaleg drög að þessum samningi? Takk. Takk fyrir Anton Sigursveit, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Mér skilst að nefndin sem var skipuð framtíðar uppbygging íþróttamannvirkja hafi fengið það hlutverk að útfæra þessi drög. Bæjarstjóri leiðréttir mig þá ef ég fer með rangt mál. Við höfum rætt það í okkar hópi í meirihlutanum að auðvitað viljum við að málið verði unnið hratt og örugglega. Við viljum að uppbyggingin eigi sér stað, það er ljóst. Þannig að ég gerir ráð fyrir því að þetta komi inn á borð bæjarráðs á allra næstu dögum eða vikum. Takk fyrir. Takk fyrir Sigursveit. Hver sem þessi ljós undir þessu lið? Magnús, gjör svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég get ekki annað að gleðast yfir því að þetta er bara í vinnslu. Ég bara get ekki annað. Vegna þess að mér finnst þetta vera alveg hroðaleg aðför að einu félagi sem slíku. Vegna þess að það liggur alveg fyrir að sveitarfélagið á íþróttasvæðin hinn líka. Þannig að ef við ætlum að taka þetta frá öllum íþróttafélögum, vera síðan með jöfnunarsjóð sem við ætlum að deila niður á félögin í Suðurnesjabæ, milli félaga í Suðurnesjabæ. Þá hlýtur kvenfélagið að fá líka og slysavarnarfélagið og ég meina, þetta er svo opið að það nær ekki nokkur átt. En það liggur líka fyrir að þetta er tekið beint upp úr bókun Einar Jóns og Oddnýjar á 70. fundi. Þetta var akkurat orðalagið hjá þeim sem að lúti að þessu á þeim tíma. Þannig að maður velti fyrir sig að þetta var aldrei sett inn í neinni umræðu knattspyrnuvöllinn. Þannig að hvort sem að það átti að ræða þetta eða ekki. Eitt lá fyrir að þeir myndi afsala sér yfir vellinum. Það var eini punkturinn sem að lá fyrir. En við skulum eiga von á góðu og þetta verði lagað. Takk fyrir Magnús. Fleiri sem kveða sér ljós undir þessu lið. Ég skal bara fá að bæta aðeins við varðandi þetta mál. Eins og við komum inn fram, þetta mál er sannarlega í vinnslu. Við höfum verið í meirihlutanum að ýta á eftir þessu máli. Það er verið að tala við hagaðila sem koma að þessu. Þetta verður lagt fyrir í bæjarráði og verður til umfjöllunar. Það er gott að fá alla þessar ábendingar fram og ég velti fyrir mér hvort að það þurfi hreinlega ekki aðeins að víkka hópinn út varðandi umræðuna þetta málefni og að við sem bæjarfulltrúar getum sest niður óformlega til að fara yfir þennan samning í sameiningu til að það ríki sátt þetta og ég held að það sé líka gríðarlega mikilvægt af því að þetta auðvitað var gleðiefni að það sé gervigrasvöllur að rísa inn í bæjarfélaginu fyrir börnin okkar, skulum ekki gleyma því, þannig fyrir börnin okkar þannig að við tökum þetta til greina meirihlutanum. Fleiri sem kveða sér ljós. Þá er þessi fundagerð öðru leyti lögð fram. Við erum komin að 9. máli sem er 148 bæjarráð nr. 148 síðan 14.8. Ekki orðulaust fundagerðina. Já, Magnús, gjör svo vel.
Forseti, góði bæjarfulltrúar. Já, þetta í sambandi við viðaukana. Það þarna 3 viðaukar sem eru í gangi. Og 9-6. Og ég að velta fyrir mér að þarna tekin gatnaframkvæmd í Suðurnesjabæ, Ásabraut í Sandgerði. Við erum að frestinni einu sinni ennþá. Þetta búið að vera að dagskrá fyrst í bæjarstjórn Sandgerðisbæjar til lengri tíma. Síðan þetta búið að vera stanslaust á dagskrá hér. Við tókum fyrri hlutan inn á síðasta ári sem var kláraður og seinni áfanginn átti að taka núna. Mér rís bara hugur yfir því að það skuli einu sinni enn eiga að taka og fresta þessu. Þannig að ég allavega, ég get ekki stutt þessu tilfærslu, sko, alls ekki. Ég mun ekki gera það. Og svo hægt að fara í nýframkvæmd í öðrum tölulið sem er viðhaldið á grjótgarðinu við fyrir aftan Samherja. Þar er tekin ákvörðun að fara í þá aðgerð með lántöku. Þannig að maður er að velta fyrir sig, sko, að þarna allavega komið alveg ný sýn á þetta. Ég allavega mun ekki greiða atkvæði. Fleiri sem kveðst ljós undir þessari fundargerð? Ef ekki, þá er hann að öðru leyti lögð fram. Þá er komið að 10. máli sem er bæjarnúmer 149, síðan 28.8. Ég gef orðalaust. Anton, gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég stendi hér upp til að vekja athygli á þeirri ákvörðun sem var tekin á 149. fundi Bæjarráðs á dögunum. Þar sem var samþykkt með atkvæðum DS og O-lista að leitast eftir lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga af fjárhæð 425 milljónir króna. Sem felur í sér verulegar fjárhagslegar skuldbindingar fyrir sveitarfélagið okkar. Í ljósi núverandi efnahagsástand vill ég lýsa yfir efasemdum hvort að það sé réttu tími til þess að taka á sig slíka byrði þar sem þessi lánsheimild umfram það sem getið er í fjárhagsáætlun. Eins og staðan er nú er verðbólga á Íslandi 6% og stýrivextir eru 9,25%. Þetta eru háa tölur sem hafa bein áhrif á rekstrarskilyrði okkar sveitarfélags, hvað bæði varða kostnað og fjármögnun. Þó að við þurfum að fjármagna mikilvægar framkvæmdir, verðum við að vera meðvituð það að núverandi efnahagsástand er ekki hagstætt fyrir svona mikla lántöku. Og sérstaklega ekki á þeim tímum sem dynji á okkur óvænt útgjöld í félagsþjónustunni og vegna tjóns á íþróttahúsinu í Garði. Þegar við tökum lán með verðtryggðum vöxtum, jafnvel þó að nafnvextinni séu tiltölulega lágir, þá erum við að taka áhættu með framtíðargreiðslur sem geta hækkuð verulega ef að verðbólga fer upp úr öllu valdi. Við erum nú að horfa upp á 2,5% verðtryggða vexti en virki vextir miðað við ávöxtunarkröfu vegna áfallina eru 3,85%. Þessar afföll þýða að við erum að taka lán upp á 496 milljónir króna. Já, 496 milljónir króna. Þetta er hálfur milljarður. Þótt að við fáum einungis greiddar úr láninu 425 milljónir króna. Þessi fjármögnunaraðferð veldur því að við tökum á okkur skuldir sem eru langt umfram það sem við fáum í reiðufé. Þetta er ekki aðeins dýrt. Heldur geta þetta einnig sett sveitarfélagið í erfiða stöðu
til lengri tíma litið og sérstaklega þegar við erum að fá svona stór og veigamikil útgjöld í fangið. Og það er óvissa hvernig þeim málum verður háttað út af því á síðasta fundi bæjarráðs var bæjarstjóra falið að finna viðauka upp á 100 milljónir króna. Við verðum að íhuga alvarlega hvort það sé ekki skynsamlegra að fara varlega í lántöku núna í staðinn og einbeita okkur á því að nýta þær fjárveitingar sem við höfum þegar með því endurskipulagningu á hluta framkvæmda. Og jafnvel á hraða þeirra. Það er að koma óvænt verkefni upp í fangið okkur og þá er spurning hvort við þurfum ekki að staldra eins við. Ég hvet því til að við endurskoða þessa ákvörðun og íhuga vel hvort það sé raunverulega besta leiðin til að standa undir þeim verkefnum sem framundan eru. Takk. Takk fyrir Anton. Sigursveinn að biðja orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Ég þakka Antoni fyrir umræðuna. Að sjálfsögðu það þannig að við kjörnir fulltrúar þurfum ávallt að gæta þess að fara hagstæðustu leiðir í því hvernig við rekum bæjarsjóð og ég get ekki heilsugar undir það. Ég vildi leiðrétta það, Anton, var þetta að 100 milljón króna viðaukinn sem óskað var eftir var ekki samþykktur í bæjarráði núna síðast. Það var afgreiðslu málsins var frestað. Bæjarstjóra var falið að heyra í ráðherrum og ráðamönnum. Var þetta þann málaflokk sem þar var undir. En hins vegar það svo að við öll hér sem sitjum við þetta borð unnum saman að fjárhagsáætlun þessa árs og þar var samþykkt að taka lán upp að 400 milljónir króna. Þessi tala hefur nú breyst í 425 vegna þessara ákvörðunar að verða við beiðni Samherja að tryggja betur sjóvarnargarðinn sem liggur upp að lóðinni þeirra og þar landfyllingu á vegum sveitarfélagsins að ræða þannig að kostnaður af þessu verkefni fellur alfarið á okkur, Vegagerðin tekur ekki þátt í slíku. En það er alveg ljóst að það er þörf á þessu láni og við fengum hingað Kjartan Ingvarsson, sérfræðing í fjármálum og Árna Gísla Árnason, sviðsstjóra fjármálasviðs til þess að ræða málið á síðasta bæjarráðsfundi og ég saknaði þess að háttvirtur bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins tæki þátt í þeirri umræðu sem átti sér stað þá. En allavega, við erum að fara eftir ráðleggingum okkar starfsfólk, við erum að fara eftir ákvörðun sem við tókum öll saman þetta mál. Þannig að ég held að við séum bara réttir í leið með þetta. Takk fyrir. Anton Björnsson og svo Magnús Sigfús. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, þetta það er verið að reyna að slá í ryk í augun á fólki hérna. Það er verið að taka Sigursveinn lán upp á 496 milljónir króna. Það er ekki verið að taka lán fyrir 400 milljónir króna. Við skulum hafa staðreyndir á hreinu með það. Það er verið að taka lán sem er umfram fjárhagsáætlun í óvissu ástandi í efnahagsmálum. Og það er það sem ég er að benda á. Varðandi það að formaður bæjarráðs segja að ég taki ekki til máls á bæjarráðsfundinum. En ég sem bæjarfulltrúi B-lista er bara ekkert í bæjarráði. Ég er þar áheyrnarfulltrúi og er ekki þar með atkvæðisrétt. Þetta er eini vettvangurinn sem við getum bent á með raunverulegum hætti hvað sé í gangi. Og það er verið að fara að taka lán upp á 496 milljónir króna, hálfan milljarð, hvort sem mönnum líka það betur eða verð, það verð það bara þannig. Og það er óábyrgt í efnahagsástandi sem nú ríkir þessa mundir.
fleiri sem kveða sér ljós. Já, Magnús Sigfús, þú varst búin að beða orðið. Forseti, góði bæjarfulltrúar. Ég satt nú við gerð fjárhagsáætlunar og samþykkti hana. Þar var ekki lán upp á 496 milljónir. Það lá alveg fyrir. Og ekki heldur 425 milljónir. Það var með óbreiði í munnunum sem var samþykkt 400 milljónir. Og menn bent á það þá í umræðinni að þetta væri ekkert sniðugt að vera að fara alla þessa leið. En það hægt að rifja það upp fyrir mönnum sem sátu óvart annars staðar og tóku umræðan svona hluti í öðrum bæjarstjórnum. Það þótti ekkert að því að taka lán. En það liggur alveg fyrir að það komu bara ekkert allir að þessar umræðu. Það lá alveg fyrir. Og við höfum ekki komið neitt að þessar umræðu þessar lántöku. Hvorki landvillinguna hjá Samherja og þá ákvörðun sem það liggur fyrir. Þannig að þar liggur hnífurinn svolítið í þessu. Þannig en ég er að velta fyrir mér skúltúrnum. Að menn eru hissa á því að einhver skuli ekki taka þeim máls í hlutunum. Meirihlutinn situr í bæjarráði. Hann er með 3 atkvæði í bæjarráði. Hann passaði sig á því að minnihlutinn fengi ekkert einasta atkvæði í bæjarráði með því að taka þátt í hlutkestinu. Allstaðar þar sem ég hef komið að svona málum, og ég get bent bara á síðasta kjörtímabil sem var 2018 til 2022. Þar var meirihluti með 6 menn og þeir afsögnuðu sér þá hlutkestinu til minnihlutans. Þannig að þetta er svolítið sérstakt. Og formaður bæjarráðs í samtali við mig sagðist ekki ætla að ryðja brautirnar og gefa fordæmi með þetta eða hitt. Þetta er líklega fordæmi sem er að koma núna upp í pólitíkinni hér í Suðurnesjabæ. Sita í bæjarráði við öll atkvæðin og fá enga mótflögnu eða umræðu hlutina. Þetta er allt tekið á meirihlutafundi. Svo er, hver er umræðan í hinum tilfellum? Ég er bara að velta því fyrir mér. Þannig að þetta er svolítið sérstakt. En þetta er í mínu viti að koma með frumkvæði í einhverju og fordæmisgefandi í öllu. Ég hef hvergi séð þetta fordæmi áður. Sérstaklega ekki eftir að nýju lögin komu í sveitarstjórnarlögin. Magnús, varst þú ekki líka búin að beða? Magnús og svo Sigursveinn. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara aðeins út af þessar umræðum lántöku þá liggur fyrir að bæjarráð samþykkti að taka lán að nafn fyrir 425 milljónir, ekki 496. Það var hins vegar í minnisblaðinu, það var svona tekið dæmi á láni LS55 sem við erum ekki að taka, heldur völdum við annan kost. Að ef við ætlum að fá útgreitt 425 milljónir þá þyrfti lánið að vera upp á 496. En við erum ekki að fara þá leið, heldur völdum við þannig að breytilega vexti, verðtryggt og lánsfjárhæðin að nafnvirði er 425 milljónir. Þannig er þetta. Við munum ekki sækjum lán að herri fjárhæði en það, því við höfum ekki heimild til annars frá bæjarráð. Bara aðeins að koma inn á þetta. Mér langar aðeins að fá að nefna þetta mál 10.5. Bæjarstjóra var falið, ég held að hafa örugglega verið bókað undir þeim lið, að hafa samband við komandi stjórnvöld út af þessu máli og óska eftir fundi með viðkomandi ráðherrum og öðrum
Ég gerði það í síðustu viku, sendi erindi á mennta- og barnamálaráðuneyti, heitir, já, og var í sambandi við fleiri aðila út af þessu máli. Ég hef líka verið í sambandi við kollega mína annars staðar á landinu, velti þessu upp við erum með Facebook síðu það sem ýmislegt kemur svona upp, menn að spjalla saman þar, fekk þó nokkur viðbrögð þar og þannig að þetta mál er komið á minnstu kosti erindi til ráðuneytisins og fleiri aðila og ég vonast til þess að fá og veit að ég mun fá viðbrögð við því. Svo sá ég reyndar í símanum mínum áðan fyrir funda að það hefði verið hringt úr ráðuneytinu, ég bara náði ekki að svara því, ég mun hafa sambandi við komandi og það út af þessu máli. Þannig að ég mun auðvitað upplýsa það hvernig þessu vindur fram og ég alveg viss það að við fáum fund með ráðherra út af þessu og fleiri jafnvel. Þannig að það kemur það bara ljós. Ég vil upplýsa það. Þakka fyrir Magnús og fyrir að máls á þessu máli undir 10.5 Sigursveit. Þú varst næstur leiki og leikir eftir vel. Já, og svo Anton, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Magnús kom inn á það sem ég ætlaði svo sem að ítreka hér, varðandi lántökuna. Hvernig í stakk búið með hana. Mér langaði bara aðeins að ræða formið varðandi bæjarráð. Að þar fáum við inn starfsfólk sveitarfélagsins, gesti í málum. Ekki öllum málum en viðamiklu málum. Og þar gott að ræða og skiptast á skoðunum. Og hvort sem við erum aðalmenn í bæjarráði eða áheyrnarfulltrúar, þá hafa allir frjálsar hendur og tjá sínar skoðanir og koma fram með sínar athugasemdir. Einnig vil ég að því sé haldið til haga, svo allur sannleikur sé upp á borðum, að það rétt að nú þetta meirihluti tilkynnti þáverandi formanni bæjarráðs, Antoni Guðmundsssyni, að það kastað upp á hvernig skipaði bæjarráð, hvort það var viku eða 10 dögum fyrir bæjarstjórnarfund. En við skiptum skoðun og höfðum samband við Anton og buðum honum það að sitja sem aðalmaður í bæjarráði sem að hann afþakkaði þrátt fyrir ítrekaða tilraunir hjá okkur Jónínu til þess að fá hann til að samþykkja þessa mála umleitan okkar. En þetta staðan, niðurstaðan, en ég hvet alla fulltrúa bæjarráðs, hvort sem áheyrnarfulltrúar eða aðalfulltrúar, að taka þátt í umræðinu með fólkinu sem kemur til þess að deila með okkur skoðunum sína og sinni sín. Takk fyrir. Takk fyrir Sigursveit. Anton, gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, þetta áhugaverð umræða. Ég ætla að byrja á því að tala bæjarráðið út af því að mér finnst það svona, það umræðan sem uppi núna, en svo ætla ég að halda mig við lántökuna. Mér finnst það mikilvægt að við ræðum það til hlítar hér. En varðandi bæjarráðið að sá sem hér stendur jú, áheyrnarfulltrúi í bæjarráði og en ekki með atkvæðisrétt og það rétt sem þú segir að meirihlutinn bauð sá sem hér stendur að vera atkvæðabær í bæjarráði en það bara þannig að við í biðlista vildum ekki gefa frá okkar nefndaskipan út af því að við vildum fara fram á hlutkesti í kosningi nefndur ráð og það sama sem gildir þetta og enda hafði það með sig að segja að við náðum 3 mönnum inn í nefndur ráð sem við áttum ekki einu svona fá sko. Þannig að því sé haldið sér líka til haga að það sé þá bara verið að halda sömu leikreglum allstaðar, hvort sem það bæjarráð eða hafnaráð eða fjölskyldu- og velferðarráð, þá bara fór þetta fram með þeim hætti. En varðandi lántökuna, þar stendur nú bara orðrétt í minnisblaði vegna lántöku 2024 og ég ætla þó bara að biðja að ég sé leiðréttur ef að það sé einhver misskilningur, en þar stendur orðrétt með leyfi forseta
Varðandi LS 55 láni þá ber það lán 2,5% verðtryggða vexti, en virki vextir eru 3,85% ávöxtunarkrafan, sem kemur til vegna affallna, sem virkar þannig þegar búið að reikna afföllin á lánsfjárhæðinni og lánsfjárhæðin verður því 496 milljónir króna þó að sveitarfélagið fái greitt úr láninu 425 milljónir króna. Þetta stendur orðrétt í gögnunum sem að ég sem áheyrnarfulltrúi hef í bæjarráði. Þannig að og bara svo ég endurteki mig með leyfi forseta, sem virkar þannig þegar búið að reikna afföllin á lánsfjárhæðinni, lánsfjárhæðin verður því 496 milljónir króna þó að sveitarfélagið fái greitt úr láninu 425 milljónir króna og svo því sé haldið til haga að þá er það samt umfram fjárhagsáætlun. Takk fyrir Anton. Einar Jón, gjörðu svo vel. Forseti, kæru bæjarfulltrúar. Ég var að segja fyrir til að byrja með ég fagna þessar umræðu lántökuna því að þetta er mikilvægt. Og ég tek undir með Antoni að það er mikilvægt að ræða þessar hluti. En svo því sem haldið til haga og ég held að bæjarstjóri hafi bent á því hér áðan og ég vil benda bæjarfulltrúa Antoni á. Hér er ekki verið að taka LS 55 lánið. Það er ekki verið að taka lánið sem að bæjarfulltrúi Anton bendir á að kosta okkur 496 milljónir og við fáum greidda 425. Í bæjarráðinu var samþykkt samhljóða á nokkra athugasemda að taka breytilega vexti það sem er hægt að greiða upp lánið og heildarfjárhæð lánsins er 425 milljónir. 400 milljónir voru samþykktar í fjárhagsáætlun ársins. Svo var aukið við og samþykkt breyting við fjárhagsáætlun upp á 25 milljónir króna vegna sjóvarnargarðs. Þegar búið að gera breytingu og viðauka, þá breytist fjárhagsáætlun og þar af leiðandi er fjárhagsáætlun, gerur hún ráð fyrir 425 milljónum krónum. Það er mikilvægt að halda tölum til haga. Ég ætla að ítreka, lánsfjárhæðin er 425 milljónir og sjálfsögðum svo öll lán bera vexti. Það vitum við. Það er ekki rétt sem haldið var hér fram. Þetta væri 496 milljónir og við fáum greiddar úr því 425. En vilji menn ekki taka lánið, þá er nauðsynlegt að menn komi þá með tillögur hvernig á að bregðast við og hvar á að skera niður í framkvæmdum eða hvar á að hækka álögur. Þannig að við vorum búin að samþykkja það ef ég maður rétt samhljóða í þáverandi meirihluta og minnihluta, þar sem við unnum öll saman, að taka 400 milljónir króna láni. Og það er ábyrgðar hlutverk bæjarstjórnar. Það gerðum við í sameiningu og ég hef ekki nokkra trú að menn hafi gert það af yfirlögu ráði. Enda framkvæmdir miklar og við vorum hérna fyrir á fundi, voru bæjarfulltrúar að fagna nýjum leikskóla. Við erum að fagna því að gera vel í sveitarfélaginu með að greiða niður skólamáltíðir. Við gerðum þetta öll sameiningu. Þannig að ef menn ætla ekki að standa við fjárhagsáætlunina og vilja leggja eitthvað annað til, hvernig að ná í 400 milljónir eða eitthvað uppæð, þá er nauðsynlegt að koma með breytingar við fjárhagsáætlun og skera niður eða hækka álögur. Takk fyrir. Takk fyrir Jón. Fleiri sem hvað þessi ljós? Magnús Sigfús. Nei.
Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Það er gaman að þessar umræðum. Þetta er svona gott skemmtiefni. Það hefur engi borið á móti því að við höfum ekki samþykkt fjárhagsáætlun upp á 400 milljónir í landinu. Það er ekki nokkur einasti maður. En að halda því fram að mér finnst ekkert skrítið. Ég myndi setja þetta bara á síður skrýpablaðana að þetta var afgreitt í bæjarráði án athugasemda. Auðvitað mun meirihlutin ekki gera athugasemdir á sjálfan sig í bæjarráði. Það er alveg útilokað. Einar Jón mun ekki fara að gagnrýna sjálfan sig í bæjarráði. Ég trúi því. Það var allavega nýtt. En mér langar svolítið að það sem var komið hérna inn á umræðuna um hvernig bæjarráð vinnur og hvernig það er skipað og annað fílur. Að þegar að er gosið í bæjarráð, þá er minn skilningur á því að það skuli fara fram listakosning í bæjarráð. Og þegar að kosið var í bæjarráð síðast, á síðasta bæjarstjórnarfundi, þá komu fram 3 listar. Einn náði kjöri, einn tapaði á hlutkesti og einn hafði ekki atkvæðamagn til kjörs. Þetta var niðurstaðan í kjörinu. Og einhvers staðar stendur í sveitarstjórnarlögum, sá listi sem ekki nær kjöri í bæjarráði, hann á rétt á seturétt í bæjarráði. Það er bara mikill misskilningur hjá mönnum þegar að þeir túlka það með sínum fullkomna hætti að það séu sveitarstjórnarkosningarnar og listin sem þar fer fram, að það sé það sem að liggur til grundvallar í þessu. Ég kom með yfirlýsing um það í byrjun fundarins að ég væri ekki í þessum meirihluta og starfaði ekki í honum. Þar af leiðandi gat ég lagt fram lista og ég var ekki að gera það bara að því bara. En þá kom aftur fordæmisgefandi og menn hafa tekið þetta fordæmi upp að setja þetta fram með þessum hætti. Þannig að þetta liggur nú alveg fyrir. En svo þegar að menn að tala um að það sé tekin ákvörðun. Ég hef ekki tekið neina endalega ákvörðun eitt eða neitt af þessum málum. Nema ég samþykkti fjárhagsáætlunina. Ég samþykkti ekki 25 milljónir. Það lá alveg fyrir og ég gat ekki með nokkru móti komið að þeirri umræðu. Þess vegna verð ég að sitja hér í ræðupúlti til að koma því að framfæri að mér finnst það ekki rétt. Þetta er alveg eins og ég kom inn á áðan, mér fannst óeðlilegt að taka 130 milljónir úr framkvæmdafé í Sandgerði og flytja það yfir í önnur verkefni. Mér fannst það óeðlilegt. Þess vegna spyr maður, hver er völin? Það þarf að koma fram einhvers staðar hvernig við erum að raða niður og til þess að taka lánið. Það lá alveg fyrir að í fjárhagsáætlun þá vorum við með niðurröðun og það er hlutverk bæjarráðs sem að fékk engin mótmæli. Það er hlutur þeirra að taka þessu ákvörðun og þeir gerðu það. Ég hugsa íbúar við hverfið upp frá Hjallagötu, Hólagötu og þarna upp í Nýjahverfinu. Þeir eru ábyggilega mjög sáttir og ánægðir. Ella keyrir nú hann daglega við þessa framkvæmd sem er búið að fresta allir þessi ár. Fleiri sem kveða sem hljóðs undir fundargerðinni. Anton, það minna á að þú ert búin að koma 3 upp telstrétt undir þessa fundargerð. Ég var komin til öðrum máli. Já, gjör svo vel. Vel eða fórsta? Já, gjör svo vel. Þetta er annað mál, frú forseti. Það er
10.6, minn rétt. Heilbrigðisþjónusta í Suðurnesjabæ. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Að ná markmiðum sínum er stór sigur. Í sveitastjórnarkosningunum 2022 setti B-listi Framsóknar sér skýr markmið að þrýsta á ríkisvaldið að koma heilbrigðisþjónustu í Suðurnesjabæ. Sveitafélagið er það stærsta á landinu sem hefur ekki heilsugæslu. Suðurnesjabær sem 4.200 manna sveitafélag bráðum, sem var til við sameiningu Sandgerðis og Garðs árið 2018 hefur séð mikla fjölgun íbúa síðustu ár. Bæjaryfirvöld í Suðurnesjabæ hafa lengi kallað eftir því að heilsugæsluþjónusta verði veitt í samfélaginu. Við í Framsókn hófum tafarlaus samtöl við þingmenn okkar í Suðurkjördæmi, Sigurður Inga Jóhannsson, fjármálaráðherra, Jóhann Friðrik Friðriksson, þingmann og Hafdísi Hrönn Hafsteinsdóttur, þingmann, til að þrýsta á málið. Einnig höfum við átt mjög góð samtöl við Willum Þór Þórsson, heilbrigðisráðherra. Með miklum samtakamætti og samvinnu hugsunar leiðarljósi þetta mikilvæga réttlætismál nú að raungerast. Heilbrigðisþjónusta verður brátt í boði í heimabyggð fyrir okkar íbúa. Með 2 bæjarfulltrúa í Suðurnesjabæ, 3 þingmenn í Suðurkjördæmi og heilbrigðisráðherra er slagkraftur okkar í Framsókn mikill. Við erum með ráðherra sem lætur verkin tala. Framsóknarflokkurinn hefur tekið mikilvægt skref í átt að því að tryggja heilbrigðisþjónustu fyrir íbúa Suðurnesjabæjar. Willum Þór Þórsson, heilbrigðisráðherra, hefur unnið þrekvirki í að efla heilbrigðisþjónustu á Suðurnesjum og í nýlegri viljayfirlýsingu sem hann undirritaði hér í bæ á dögunum kemur fram að unnið verði markvisst að því að opna heilbrigðisþjónustu í Suðurnesjabæ. Starfsemin mun fara fram í húsnæði Suðurnesjabæjar að Miðnistorgi 3, eigi síðar en 1. maí 2025 og tryggja þannig íbúum aðgengi að þjónustu í heimabyggð. Grundvöllur skipulags heilbrigðisþjónustunnar er að allir íbúar séu skráðir á heilsugæslustöð sem næst lögheimili sínu. Þannig verður heilsugæsla sterk undirstaða heilbrigðiskerfisins. Willum Þór Þórsson, heilbrigðisráðherra, hefur sagt að það sé algjört forgangsraði að bæta heilsugæsluna á Suðurnesjum og það hefur hann sýnt í verki. Samtal sveitarstjórnarmanna við þingmenn og ráðherra skiptir miklu máli. Það er staðföst trú mín að samtal við ráðherra og þingmenn skiptir máli. Við sem sveitarstjórnarfólk skynjum betur nærumhverfið og erum í nánari tengslum við okkar sveitafélag og störfum í þágu þess. Þess vegna er mikilvægt að miðla þessum upplýsingum áfram inn í landsmálin svo allir rói sömu átt. Samtal við þingmenn og ráðherra Framsóknarflokksins hefur verið einstaklega gott og mikill skilningur hefur verið að því að veita þessu stóra og mikilvæga málefni framgöngu. Einnig hafa Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja, og Magnús Stefánsson, bæjarstjóri í Suðurnesjabæ, unnið frábæra vinnu og sett mikinn slagkraft í verkefnið svo það geti raungerst með skjótum hætti. Stefna Framsóknarflokksins heilbrigðismál undirstrikar þetta vel. Með leyfi forseta, heilbrigðiskerfið er hornsteinn samfélagsins sem byggir á undir hagsæld þjóðarinnar. Heilbrigðiskerfið byggir á félagslegum grunni þar sem hið opinbera tryggi landsmönnum jafnt aðgengi að nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu. Framsókn leggur áherslu á mikilvægi þess að standa vörð heilbrigðiskerfið og umfram allt tryggja jafn tímaleg aðgengi á öflugri heilbrigðisþjónustu, óháð efnahag og búsetu. Framsóknarflokkurinn er flokkur samvinnu og frjálslyndis og er hreyfi af framfara í samfélaginu. Þetta höfum við í Framsókn og Willum Þór heilbrigðisráðherra sýnt í verki og vill B-listi leggja fram eftirfarandi bókun með leyfi forseta. B-listi Framsóknar lýsir yfir ánægju með það réttlætismál sem nú er að raungerast. Að heilbrigðisþjónusta verði brátt í boði í heimabyggð fyrir íbúa Suðurnesjabæjar. Framsóknarflokkurinn hefur tekið mikilvæg skref í þá átt að tryggja heilbrigðisþjónustu fyrir íbúa Suðurnesjabæjar. Willum Þór Þórsson, heilbrigðisráðherra, hefur unnið þrekverki í því að efla heilbrigðisþjónustu á Suðurnesjum. Unnið verið markvisst að því að opna heilsugæsluþjónustu í Suðurnesjabæ og starfsemi mun fara fram í húsnæði Suðurnesjabæjar á Miðnistorgi 3 eigi síðar en 1. maí 2025 og tryggi þannig íbúum aðgengi að þjónustunni í heimabyggð. Grundvöllur skipulags heilbrigðisþjónustunnar er að allir íbúar séu skráðir á heilsugæslustöð sem næst lögheimili þeirra og þannig verður heilsugæslan sterk undirstaða heilbrigðiskerfisins. Stefna Framsóknarflokksins heilbrigðismál undirstrikar þetta vel. Heilbrigðiskerfið er hornsteinn samfélagsins og byggir undir hagsæld þjóðarinnar. Það byggir á félagslegum grunni þar sem hið opinbera tryggi landsmönnum jafnt aðgengi að nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu. Framsókn leggur áherslu á mikilvægi þess að standa vörð heilbrigðiskerfið og umfram allt að tryggja að tímalegt aðgengi og öflugri heilbrigðisþjónustu óháð efnahag og búsetu.
Willum Þór Þórsson, heilbrigðisráðherra, hefur sýnt það í verki og algjör forgangsraði að bæta heilsugæslu á Suðurnesjum. Og ég færi forseta hér bókun mína og mun senda henni ásamt bæjarstjóra hana í tölvupósti. Takk. Takk fyrir þetta, Anton. Þessi bókun verður færð til bókar. Ég get algjörlega tekið undir það að það er ánægilegt að við séum að fá heilsugæsluþjónustu í sveitarfélagið og það hefur myndast þessi góði slagkraftur milli bæjarfulltrúa og ráðherra. Við vitum það líka alveg þekkjum það á sögunni að það hefur ekki alltaf verið þannig. Og auðvitað er frábært ef við getum átt góð samtöl við ráðherra og komið svona máliðis í sameiningu og ég heyri það að Framsóknarflokkurinn er flokkur samvinnu og ég vona að það nái út fyrir Framsóknarflokkinn. Varðandi þessu umræðu hérna áðan með fjárhagsáætlunina, það er auðvitað bara mjög gott ef við getum átt opinská samskipti eitt mikilvægasta atriðið í okkar hlutverki sem bæjarfulltrúar sem eru að mynda og fara eftir fjárhagsáætlun. Þannig að ég held að þessi meirihluti taki góðfúslega á móti öllum tillögum það hvernig við getum gert hlutina betur og minni enn og aftur á eins og kom fram áðan með málfrelsi og tillögurétt. Það er líka gríðarlega mikilvægt. Það er ekki langt síðan að ég satt í bæjarráði sem áheyrnarfulltrúi og þar upplifði ég klárlega alveg líka að því þú kom hérna fram áðan að meirihlutin væri búin að komast niður á niðurstöðu og það væri bara svona svolítið afgreiðsla í gangi. Þannig að ég held að það sé bara líka alveg eðlilegt hvort sem að maður er í minnihluta eða meirihluta inn í bæjarráði. En málfrelsi og tillöguréttur algjörlega nýttur þar samt sem áður þó maður sé í minnihluta og hvet fólk til að nýta það. Af því ég vona að meirihlutin hlusti. Þá eru fleiri sem kveða sér ljós undir þessari fundargerð. Gjörðu svo vel, Magnús Sigfússon. Forseti, góði bæjarfulltrúar. Ég heyrði að forseti var að áminna Anton það að hann væri búinn að fara tvisvar upp undir þessari fundargerð. En ég er líka búinn að fara tvisvar upp. En ég er ekkert að tala þetta mál. Það liggja fyrir fleiri mál undir þessu fundargerð. Og það verður bara óskætt í því að forseti taki þá bara málin í röð ef hann vill hafa stýringu á því hvernig þetta er. Það er svona eðli fundarstjórnar að mínu viti. En mér langar að taka til máls í sambandi við þessa heilsugæslu. Og mér finnst bæjarfulltrúi Anton Guðmundsson eiga heiður skilið fyrir hans baráttu í þessu máli. Við getum ekkert gengið fram hjá því. Við erum öll búin að starfa í því að reyna að fá heilsugæslu í bæjarfélagið og meira að segja með ég starfaði í bæjarstjórn Stangiris þá vorum við líka að reyna þetta og okkur varð ekkert ágengt. Alveg sama hvað við löndum á. Bæjarstjórinn okkar á síðasta kjörtímabili reyndi ítrekað að ná hljómgrunni. Við náðum honum ekki. En með Eljunni hjá Antoni þá náðist þó allavega náheyrn. Síðan kemur í ljós hvort að það raungerist algjörlega og ég vona bara að það verði. Þetta verði ekki bara viljaðinleysi. En svo bregðast krosstré sem önnur tré og það eru blessaðir samfélagsmiðlarnir. Og þar var hægt að rakka þetta niður þetta framtak í Suðurnesjabæ. Og það að vara bæjarfulltrúa D-listans er náttúrulega bara til háborinu skammar. Að þetta skuli vera gert með þessum hætti. Þetta er náttúrulega algjörlega fáránlegt. Og ég bara vegna umræðunar á Facebook síðum og samfélagsmiðlunum
þá eiginlega verði ég að fara fram á það við forseta að það verði tekin saman framkvæmdafé sem að hefur verið framkvæmt í Garði frá sameiningu til að við getum séð bara á svört og hvítu hvað er verið að gera hvar. Vegna þess að þessi umræði nákvæmlega í sig Sandgerði og þá þurfum við að fá framkvæmdaféð þar líka og þetta þarf bara að koma fram. Og svo þurfum við að taka inn í þetta líka að það er viðhaldsfjármunir sem eru að koma líka. Þeir koma inn í þetta líka. Þannig að viðhald og framkvæmdafé sem hefur verið gert í Garðinum og sem hefur verið gert í Sandgerði, ég óska bara eftir því að þetta verið lagt fram. Og bara til að slá á þessa umræðu, að því að hún er ekki skemmtileg. Og ég tala nú ekki fyrir okkur bæjarfulltrúa að þurfa að standa í stappi hvort sem við erum að ræða við fólk Garðmegin eða Sandgerðismegin. Það er bara svoleiðis. En þessi umræða er á ferðinni, þannig að ég held að við sé nauðsynlegt fyrir okkur að taka þetta. Ég er með 2 önnur mál sem ég langar aðeins að breyta á og það er líka undir þessari fundargerð. Og það var, ég ætla að hæla Sissa fyrir hvað, þannig að við náum miklu framgangi í bæjaráði með hérna, þar sem að er hérna, ég var að gáka númer hvað þetta er. Ja, það var allavega erindi víðis í samtöku Gerðafjörðsvöllin. Þá skuldir hafa geta náð þessari samstöðu í bæjaráði með staðsetningun á hérna og afgreiðslun á vellinum. Ég finnst það stórkostlegt og ég ætla að hæla það fyrir það. Svo hættur í 10.7 að það er tilboðið í Tjarnargötu 4. Þar kemur engin krónutala fram. Það kemur fram í gögnunum tilboðið sem var gefið upp sem að einstaklingur var að bjóða í eignina. En svo er samþykkt samhljóða í bæjaráði að veita bæjarstjóra heimild til að ganga til samningu söluna. Ekkert hvaða fjárhæðir eru á bakvið. Þannig að mér finnst það vanta í gögnin eða afgreiðslunni. Takk fyrir þetta, Magnús Stefánsson, gjörðu. Já, forseti, það er fyrir aðeins út af því sem að Magnús Sigfús nefndi í restina varandi söluna á Tjarnargötu 4 sem bæjarstjóri falið að ganga til samninga við tilboðsgjafa, getum við sagt. Það fylgdi raun og veru sögunni sem kemur ekki fram í bókun að það var sem sagt vilji okkar að reyna að fá hærra verð fyrir húsnæði. Þannig að hérna, mér var falið sem sagt að ganga til samninga og gera gagntilboð sem við gerðum og við fengum hærra verð fyrir þetta heldur en kauptilboð uppalega gerir okkur. Þannig að samninga viðræður okkar sem ég var falið að fara í, það skilum við því allavega. Að það hækkaði kaupverðið frá því sem að kauptilboði sem lág fyrir bæjaráði gerir okkur. Ég ætla ekki alveg að þóra að fullera töluna, ég man ekki alveg hvernig þetta endaði, en öllu falli þá fengum við hærra verð fyrir heldur en að tilboð hafi borist. Takk fyrir Magnús, bæjarstjóri. Kannski aðeins að bregðast við því sem að Magnús Sigfús nefndi hérna áðan varandi umræðu á Facebook og varandi framkvæmdir í hvoru byggðakjarna fyrir sig. Þá held ég að sé bara upplagt að vísa þessu til Magnús bæjarstjóra og taka þetta bara svona saman og leggja fyrir í bæjarráði. Sem fyrst. Fleiri sem hvað þessi ljós undir þessari fundargerð. Jan Björnsson, Antonsson. Forseti, kæru bæjarfulltrúar. Það er ánægjuefni eins og hér hefur komið fram að hér skulle opna heilsugæslu og það er rétt sem bæjarfulltrúar Magnús sagði. Við erum svo sannarlega búin að reyna hér á svæðinu að reyna að fá heilsugæslu heima byggð og frá sameiningu þá
þá hefur við reynt og við höfum farið til hann ýmsu ráðherra, ýmsu þingmanna og þegar þetta var sett í þetta ferli núna þá var þetta gert með vilja því að bæjarfulltrúi Anton hafði góð aðgengi af mönnum og hann var sannarlega duglegur í því og honum var rósað á síðasta bæjarráðsfundi fyrir sín framgöngur og gerir það hér með. Þannig að það sem menn gera og gott það eiga þeir skilið og það ber að hrósa. Þannig að takk fyrir kærlega fyrir þína framgöngu sem máli. Ég þakka líka öllum öðrum sem hafa komið að því á síðustu árum. En þetta stórt skref og því bara fagna. Fleiri sem kveða sér ljós undir þessari fundagerð. Anton, já, fyrirgefðu, við skulum biðja orðið fyrir svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, já, þetta veiga mikið verkefni og það ánægilegt að það sé að verða veruleika og það hefur verið mikill slagkraftur í því og þetta hefur verið mikið baráttumál hjá okkur sem sveitarstjórn, þannig að þetta er mikið ánægilegt. En mér langar að koma upp undir 10.11 sem fundagerð samband sveitarfélaga á Suðurnesjum. Ekki sem snýr að fundagerðinni sjálfri en það er tengt fundagerðinni þar sem að það eru óformlegar viðræður, sameiningaviðræður sveitarfélagana á Suðurnesjum búin að vera í gangi og ef ég maður rétt að þá situr Jónína Magnúsdóttir, Einar Jón Pálsson og Magnús Stefánsson í þessum hópi fyrir okkar hönd og svo það komið fram hér í pontu að þá erum við í biðlista algjörlega mótfallin sameiningaviðræðum við önnur sveitarfélög. Við teljum að Suðurnesjabær eigi að vera sjálfstætt sveitarfélag. En mér leikur á að spyrja, kannski ég spyrji bara beint forsetann, út af því að hún situr í stjórn samband sveitarfélag og í þessum hópi, að hvar þetta mál í rauninni statt? Út af því að ég sem bæjarfulltrúi saknaði svolítið að sjá enga fundagerðir frá þessum vinnuhópi. Það maður gerir sér svolítið lítið grein fyrir því hvaða umræða er að fara fram þarna og hvaða gögn eru lögð fram til ákvörðunartöku og annað og núverandi meirihluti hér búinn að taka loka ákvörðun. Ég veit að forseti bæjarstjórnar sendi mér tölvupóst og kalla eftir okkar afstöðu í bílista en ég bara velta fyrir mér hvar er hægt að fá gögn þetta mál? Takk fyrir þetta, Anton. Ég get svarað þér. Ég hef óskað eftir að ég held sé vanti 2 fundagerðir að mig minni frá því að síðasta fundagerð var lögð fram. Ég sendi póst á KPMG í þessari eða síðustu viku þar sem ég óskaði eftir því að fundagerðir yrðu sendar þannig að við getum tekið þær fyrir hér hjá okkur. Ég á bara von á því að þær berist sem allra fyrst. Það eru búin að fara fram 2 fundir og eins og Anton nefnir þá sendi ég tölvupóst til að óska eftir í raun og veru afstöðu minnihlutans í sameiningaviðræðunum. Það var verið samt legið óformlega á milli okkar bæjarfulltrúa að það sé ekki vilji fyrir að halda áfram formlegt sameiningaferli og ég get sagt að við sem sitjum í þessum hópi tilkynntum á síðasta fundi að við myndum ekki halda áfram formlegum sameiningaviðræðum. Það mun koma fram í fundagerð varðandi önnur gögn. Þá hafa svo sem ekki mikið að nýjum gögnum komið fram fyrir utan þessa kynningu sem þið fenguð frá KPMG í júní og allir bæjarfulltrúar. Það voru einhver gögn send á bæjarfulltrúa að mig minnir. Ef svo ekki þá get ég sendt þessi gögn áfram. Nú verið að taka saman gögnum áhrif sameiningar mismunandi sveitarfélaga á Suðurnesjum og hvað áhrif það hefur á jöfnunarsjóðinn. Ef sameiningar til dæmis Reykjanesbæjar og Vogar yrði eða allra sveitarfélagana eða bara Voga og Suðurnesjabæjar eða Suðurnesjabæjar og Reykjanesbæjar. Þannig að þau gögn munu líklega fylgja seinni fundagerðinni sem verður síðan lögð hér fram. En að svo stöddu þá erum við búin að gefa það svar
að við höfum bæði rætt þetta í meirihlutanum og haft það samt í minnihlutan, þannig að við fórum með þau skilaboð inn á síðasta fund að við myndum ekki halda áfram í formlegum viðræðum. Fleiri sem kveða sér ljós undir þessari fundargerð, Magnús Sigfús. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég fór að velta fyrir mér, ég hlustaði á viðtali við forseta bæjarstjórnar þegar hann var nýtekið við hérna. Og þar kom fram að það yrði unnið markvissar að málunum og það yrði tekið svona, meira á bak við tjöldin svona. Og ég fór að velta fyrir mér akkurat þessu máli sem svolítið sérstakt. Við fengum formlegt erindi frá sveitarfélaginu Voga þetta erindi og mér finnst alveg óeðlilegt að það skulle ekki vera tekið með formlegum hætti á þessu máli. Að það skulle vera sendur tölvupóstur þetta mál, hver afstaða okkar væri. Ég vil tilkynna afstöðu mína í ræðurriti á formlegum fundi. Þannig að þetta algjörlega óeðlilegt að það skulle vera gert með þessum hætti. Það allt annað hvort að fólk að lýsa bara sinni skoðun á einhverjum umræðufundi. En þeir get ekki tilkynnt afstöðu bæjarstjórnar nema þó að það sé búið að taka fyrir með formlegum hætti. Þannig að ég lýsi bara mikið til andstöðu minni að máli sé farið með þessum hætti. Ég fer núna að skilja, ég var oft að velta fyrir mér þegar að stefnumál meirihlutans voru sett fram, fækka bæjarfulltrúum, athafnirnar sem í gangi. Það lúta allar að þessu, það að gera menn þannig og vegi að þeir geti ekki komið að umræðunni, þeir náu því ekki með einhver móti. Og þetta náttúrulega alveg bara merkjum það að það eigi ekki að taka máli fyrir. Þetta óeðlilegt. Það fá að svara þessu að það að vera að bygsla mig að vinna og ætla að vinna á baki tjöldin í ykkur viðtali. Ég kannast ekki við það, að ég orða það þannig. Ég þarf kannski bara að hlusta á viðtali aftur til að vita hvað bæjarfulltrúinn að vitna í. Þá eftir að taka þetta erindi að sjálfsögðu formlega fyrir. Við vorum hins vegar beðin af nefndinni að leita til bæjarfulltrúa sem allar aðra bæjarstjórnir gerðu það hvort við ættum að halda áfram í þessari vegferð. Þetta verður að sjálfsögðu tekið fyrir formlega ásamt öllu gögnum. Þannig að málinu sannlega ekki lokið. Fleiri sem kveða sér ljós undir þessari fundargerð. Anton, gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég velti líka einu svona upp í huga mér varðandi gögnin því að mér finnst mikilvægt við sem kjörnir fulltrúar getum tekið og lesið þau gögn sem liggja fyrir. En varðandi þau gögn sem liggja fyrir í þessum sameiningarviðræðum að þá minnir, ef ég man rétt, að þá eru einu gögnin sem ég hef séð, þau voru 31.10. 23 að mér minnir rétt, það var glærusýning sem það var farið með yfir okkur í Vogunum. Þetta var þarna mánaðamótin október-nóvember í fyrra. Það hérna, og ég hef saknað þessu rauninni í þessari vinnu að sjá ekki neina fundagerðir frá þessum verkefnahópi. Mér finnst það svona, þó að þetta sé verkefnahópur, þá held ég að sé svona faglegri stjórnsýsla og ég held að við ættum að temja okkur þau vinnubrögð, við sem störfum á sveitarstjórnarstiginu og í stjórnsýslunni almennt, að það séu haldnar fundagerðir svona veigamikil mál. Þannig að allir fulltrúar sem sitja í sveitarstjórnum þessara sveitarfélaga geti tekið upplýsta umræðu þessa hluti. Takk.
Takk fyrir Anton. Ég ætla bara að nefna það aftur. Ég kalla eftir fundagerðum þannig að bæjarfulltrúar geti fengið þessar fundagerðir. Það sé á hreinu. Það er ekki verið að reyna að fela þau gögn fyrir bæjarfulltrúum. Máli verður tekið fyrir formlega og þar getum við haldið áfram að ræða málið. Þetta eru, já, þannig að, já, fleiri sem kveða sér ljós undir þessum lið. En já, gjör svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég bara tek undir það að það er mikilvægt að byggja skoðun sína á gögnum og það er það sem við höfum verið að reyna að gera sem störfum fyrir hönd bæjarstjórnar inni. Þannig ég vil benda bæjarfulltrúa Anton á það að okkur barst öllum tölvupóstur 19.7. síðastliðinn. Það sem var svona kynning fyrir bæjarfulltrúa. Þannig að svo öll haldið til haga. En það er samt rétt að það er nauðsynlegt að allar fundagerðir og annað komi fram til að menn geti myndað sér endilega skoðun og rétt eins og bæjarfulltrúi Magnús sagði að hann geti þá sagt sína skoðun opinberlega. En hugmyndin sko með að fá afstöðu bæjarfulltrúa óformlega er bara að það þurfti að koma með tillögu sameiginlega úr þessari nefnd sem er að vinna og þess vegna var leitað eftir því og ef að halda á áfram þá þarf að hafa 2 umræður í bæjarstjórn með það og það þurfum við að taka fyrir hjá okkur hér. En það er bara rétt að árétta það og ég þakka fyrir það að menn séu að árétta að kalla eftir gögnum. Það er mikilvægt til að byggja skoðun sína á. Takk fyrir henni Jón. Magnús Stefánsson, gjör svo vel. Forseti bæjarfulltrúar út af þessu sameiningarmáli þá tek ég alveg undir það að það vantar fundagerð og ég hef saknað þess að fá ekki fundagerðirnar og Jónína hefur kallað eftir þeim. Hins vegar á þessi starfshópur líka eftir að gera skil. Starfshópurinn sem var skipaður, hún var falið að fara út af mál og hann fekk umboð til þess frá öllum bæjarstjórnunum 3 og starfshópurinn þarf að skila til bæjarstjórnuna einhverju tillögum eða niðurstöðum úr sínu verkefni og þar auðvitað þá mun það koma til umræðu hjá okkur hérna eða þessari bæjarstjórn hér og þá getur mann auðvitað tekið þessu umræðu og þar að vera vantarlega öll gögn sem að starfshópurinn hefur fengið eða unni með liggja fyrir þannig að þá auðvitað fer fram þessu umræðu og ég ger alveg ráð fyrir því þó að það liggi ekki fyrir skil nefndarinnar en þar hlýtur að vera kallað eftir afstöðu bæjarstjórnuna til málsins, vilja menn halda áfram með þessar viðræður eða ekki. Og þá fer raun og veru fram þessi umræða sem menn er réttilega tala um hér, sem byggir þá á fundagerðum og þeim gögnum sem að liggja fyrir. Það er eins og ekki búið að klára þetta, þannig að það hlýtur nú að vera gert mjög fljótlega. Ég gerir ráð fyrir því, eins og bent hefur verið á hér að tillaga hvort á að fara í sameininga viðræður formlega, það þurfa að fara í gegnum 2 umræður bæjarstjórn, það er bara samkvæmt lögum. Þannig að það þarf tíma þá í það, vantarlega. En þetta er allt eftir að koma hérna inn á borð og þá getum við tekið þessu umræðu sem byggir á fundagerðum gögnum og þá niðurstöðu eða skilum nefndarinnar eða starfshópsins. Takk fyrir þetta Magnús. Fleiri sem kveða sér ljós. Magnús hefur skil svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég vil bara þakka skýringuna sem að nefndafólk hefur gefið okkur og ég hef bara misskilið þennan póst alveg hastalega og ég tek það alveg niður hjá mér og mér fannst þetta svolítið sérstakt ef að þetta hefði verið afgreitt með einhvers konar tölvupósti vegna þess að ég svaraði ekki tölvupóstinu. Svo það líki alveg fyrir. Og það kannski, ég get alveg gefið skýringu af því. Mér fannst þetta algjörlega fjarstæðukennt að setja þetta fram með þessum hætti. Og ef ég hef misskilið svona umræðuna þá hlakkar við bara til að fá að taka þessu umræðuna. Fleiri sem kveða sér ljós undir 10. máli. Bæjarráð 149.
Ef ekki þá er fundagerðin hér að öðru leyti lögð fram og við höldum áfram. Það er 11. mál á dagskrá sem er fundagerð fjölskyldu- og velferðarráðs nr. 53 síðan 29.8. Ekki vorðulaust fundagerðina. Það er fundagerðin bara lögð fram. Það var að síðasta mál á dagskrá sem er fasteignafélagið Sunnubraut 4, fundagerð aðalfundar síðan 28.8. Ekki vorðulaust fundagerðina. Nú ef enginn kveður sér ljós, þá er fundagerðin hér lögð fram og þá er komið að lestri fundagerðir. Herra forseti, herra bæjarstjóri. Ég er ekki múin að venjast í að vera forseti, ég er ekki að færa ávarpa mjög forseta. Ég heyrði það þegar forseti tilkynnt að vera komið að lestri fundagerða. Það er svona spennu kliður salinn. Og nú er semst komið að því. En við, hér er semst fundi sátu. Það er að segja fundagerð 70. annars funda bæjarstjórnar, haldin í Ráðhúsinu í Garði, miðvikudag 4. september 2024 kl. 17:30. Fundi sátu, á ég að lesa það upp allt saman eða? Já. Jónína Magnúsdóttir, Einarjón Pálsson, Magnús Sigfús Magnússon, Oddný Kristján Ásgeirsdóttir, Anton Kristi Guðmundsson, Úrsúla María Guðjónsdóttir, Laufey Erlendsdóttir, Sigursveit Bjarni Jónsson, Elín Frímannsdóttir, Magnús Stefánsson. Já, ég er að laga Átni nefndur hann. Já, hann reyndar. Já, hann kemur inn í eftir. Fundagerð ritaði Magnús Stefánsson bæjarstjórn. Áður en gengið var til dagskrár var eftirhandi bókað. Bæjarstjórn lýsir ánægði með velheppnaða bæjarhátíð Suðurnesjabæjar, vitadagar hátíð milli vita sem stóð yfir alla vikuna 27. ágúst til 1. september síðastliðinn. Bæjarstjórn þakkar öllum sem komu að undirbúningi, skipulagningu og framkvæmd dagskrár og vitadaga og þakkar íbúum fyrir þátttökuna. Einnig þakkar bæjarstjórn þeim aðilum sem lögðu til stuðning við vitahátíð. Fyrsta mál, barnavernd vistheimili. Ég ætla að lesa bara afgreiðsluna annars ósk. Afgreiðsla samþykkt samhliða ósk eftir því að vinnuhópur rekstur sameiginlegs vistheimilis á Suðurnesjum vinni að því að næstu skref verði stigið við stofnun vistheimilis. Annað mál, fjárhagsaðstoð Suðurnesjabæjar og Vogar. Afgreiðsla samþykkt samhliða að staðfesta breytingar og reglum fjárhagsaðstoð hjá Suðurnesjabæ. Þriðja mál, Gerðartún Efra, Reitu Melbraut, Heiðarbraut og Valbraut, tillaga deiliskipulagi, þarna ætla ég að lesa innganginn. Á 55. fundi framkvæmda skipulagsráðs dagsett 22.7.2024 var samþykkt að leggja til við bæjarstjórn að staðfesta deiliskipulagstillögu með breytingum sem koma fram í bókun ráðsins. Á 148. fundi bæjarráðs var samþykkt að staðfesta deiliskipulagstillöguna en það sem vafi leikur að hæfi eins fulltrúa af afgreiðslu málsins í bæjarráði en málið tekið aftur til afgreiðslu í bæjarstjórn. Laufey Erlendsdóttir vék á fundi og Jón Ragnar Ástórsson tók sæti hennar við afgreiðslu málsins. Afgreiðsla samþykkt með 6 atkvæðum að staðfesta tillögu deiliskipulag reits við Melbraut, Heiðarbraut og Valbraut. Skipulagsfulltrúa falið að senda skipulagsstofnun deiliskipulag til staðfestingar í samræmi með 40. aðra skipulagslaga nr. 123/2010. Fulltrúa B-lista og Magnús Sigfús Magnússon sátu hjá við afgreiðslu málsins. Var það ekki rétt tekið eftir? Já. Fjórða mál, bæjarstjórn bæjara fundaáætlun. Fundaáætlun samþykkt samhljóða. Síðan að 5. mál, bæjaráð 144. fundur. Þar er afgreiðsla lagt fram. 7. mál, bæjaráð 145. fundur. Þar er afgreiðsla lagt fram. Bæjaráð 147. fundur. Til máls tóku UMG, AKG og MSM. Og þar er fulltrúa B-lista lögðu fram eftirfarandi bókun við mál 76, gjaldfrjáls og skólamáltíðir. Þá við lesa hann upp. Já, óþarfi. Já, óþarfi, ok. Já, hún er bara komur bild. Ok, takk. En afgreiðsla fundagerðar bara lagt fram. Bæjaráð 147. fundur. Til málstóku MSM, SBJ, AKG og JM. Afgreiðsla lagt fram. 9. liður, bæjaráð 148. fundur. Til máls tók
MSM, afgreiðsla lagt fram. Bæjarráð, 10. mál bæjarráð 149, til máls tóku AKG, SBJ, MSM, MS, EJP og JM. Það er líka bókun, fulltrúar bílastæðlöða fram eftirfarandi bókun mál 10.6, heilbrigðisþjónustu í Suðursabæ. Nú er bara, afgreiðsla lagt fram. 11. mál, fjölskyldu og velferðarráð, 53. fundur, afgreiðsla lagt fram. Síðan 12. mál, fasteignafélag Sunnubraut, afgreiðsla lagt fram. Þá er lestir lokið. Er einhverjar athugasemdir við fundagerðina? Þá telst fundagerðin samþykkt og fundi slitið klukkan 19:06. Takk fyrir.